Til hamingju, Júlíur. Takk kærlega. Það var glæsileg sýning. Hvernig líður þér þessa stundu? Mér líður ofsalega vel. Þetta var svakalega gaman. Ég var svona aðeins hissa í forkeppninni, þá var hún pínlítið feimin og inni sig svona. Og hún er nú vön að vera mjög áræðin og kjörkuð og hefur gaman að sýna sig, en þá var hún svona aðeins tilbaka. En núna þegar ég fór inn núna aftur, þá var mín bara heima og rosa gaman hjá henni, hún var alveg örugg. Hún var rosalega flott á sko öllu og Brokki fannst mér vera rosalega fjara. Er ekki gaman að ríða á Brokki? Jú, rosalega gaman. Það er alveg æðislegt. Það er svo mjúkt og mikið skref og hún leggur sér svo vel fram með það. En hún hefur náttúrulega ekki styrkt til Brokka svona lengi að það, en það kemur. Varstu stressuð fyrir úrslitin? Nei, ég var ekki stressuð. Ég var aðeins stressuð þarna, þó ég hef ekki sagt þér það. Það var því að fór inn þarna, því ég var fyrst inn, sko. Já. En ekki mjög samt. Það var svona, þú veist bara, en þegar ég fór inn núna, ég bara reið hana fram og tilbaka og ég fann hún var bara æðislega, sko, hún var bara alveg heima og þá var ég bara hlakkaði bara til. Fyrir svona keppniskonu eins og þig, var ekki gott að vera ekki efst inn í úrslit? Bara, hún fór yfir þig, hún Silvía, reið frábærlega og þá setur þú bara í gírinn, eða ekki? Ertu ekki svolítið svoleiðis? Jú, ég veit það ekki, annars er ég svolítið einn heimi alltaf þegar ég er að keppa. Ég er svona ofta að keppa við sjálfa mig og þarna var ég svona búið að gefa mér svona punkt á hvað ég geti bætt og svona, og ég var með það og svona, auðvitað, ég stemdi á sigur, ég get alveg viðurkennt það. En hins vegar að þá hefði það, sko, hvað maður segja, þú veist, það er þessi tilfinning, þegar það gengur rosalega vel, það sem maður er að sækjast eftir, þú veist, þegar hrossið er alveg með manni og það flýgur. Og ef einhver annar er betri, þá get ég ekki gert við það. Nei. En það er svona þessi frábæra tilfinning, svona, þegar maður allt gengur upp og hrossi leggur sig alveg fram og dansa með manni, þá er það sem ég er að sækja í allra mest, ná því. Já. Hvað ætlar að gera við hann á morgun? Á morgun ætla ég bara að gefa hann alveg rosalega mikið nammi og klappa hann alveg ofsalega mikið eins og ég hef verið að gera og kannski setja hann út og gefa henni smá frí og bara dúlla í venni sem mögulega get. Þannig að hún fær svona ekstra kannski rólegheit. En það er svolítið erfitt að bæta á hana. Hún er svolítið drottning og hún veit af því og hún, það eru allir að dúlla við hana hvort þið er. Já, þetta er drottningin á heimilinu. Já, hún er einn af þeim, já, hún er það. En hvað tekur við? Ferðu bara að vinna morgun eins og ekkert að vískorist eða ætlar að halda upp á þetta? Bara ekki, já, ég hugsa og getum vel trúið að við myndum opna rauðvínsflösku eftir, sko. Já. Við trúið því og svo ferum við kannski bara í pottinn og gufu og dekransvisi, ég get alveg séð það fyrir mig. Já, glæsilegt. Ég njóta dagsins. Ég segi bara til hamingju og þú áttir hann að sigur skilið og bara getur farið stolt heim. Takk kærlega. Takk fyrir.